Frá því að vera þessi þjóð sem ætti að eiga öll tækifæri, búin að koma upp öllum sínum innviðum, búin til stefnan að gera Ísland að stærsta álframleiðanda í heimi. Álfyrirtækin Alcan, Arctus og Norsk Hydro reyna nú að finna álmunum sínum stað á suðvesturhorni landsins. Vinna nú að því að fá stóriðju eða annan orkufrekan iðnað til Þorlákshafnar. Íbúar Vog á Vatnsleysuströnd greiða það atkvæði hvort starfsemi Alcan flytjist á Keilisnes. En nú uppi nýjar hugmyndir stækkun á uppfyllingu. Stefnt að því að framkvæmdir við álverið hefjist á næsta ári. Í Þorlákshöfn, í Helguvík og á Bakka. Alcoa tilkynni að það ætli að halda áfram undirbúningi fyrir nýtt álver á Íslandi. Meira af álverum. Brimnes í Skagafirði, Dysnes í Eyjafirði og á Bakka við Húsavík. Ef allar álvershugmyndir verða að veruleika gæti árleg framleiðsla hér á landi nærri fjórfaldast og farið yfir 2,5 milljón tonna. Þetta kalla ég byggðastefnu. Norrlendingar vilja fá sitt álver á Bakka við Húsavík. Keilisnes yfir 2,5 milljón tonna á ári. There's no question in my mind from what I know about what's going on in Iceland that Iceland has been hit by economic hitmen, more than one. And it will continue until the people put their feet down and demand change.